En við byrjum á fréttum dagsins eins og vanalega. Hvað býður upp á? Hvað þíðun? Það helst búið að vera fréttum þessa hryðjuverkaárás eða skipulögðu reynda hryðjuverkaárás sem að lögreglan segist hafa komið í veg fyrir. Það er mjög óljóst hverju stóð á bak við þetta, en það var eitt sem að mér var standa svolítið út að forsætisráðherrann var spurð hvort að henni hefði borist persónulegar hótanir og hún sagðist ekki geta svarað því á þessi stigi málsins. Hún er náttúrulega yfir þjóðaröryggisráði, þannig að já, það mun meira koma í ljós. Heimildamenn Stundarinnar haldaði fram að þetta séu þessi menn sem að lögreglan handtók séu kannski tengdir inn í einhverja öfga hægri hreyfingar á Norðurlöndunum og það náttúrulega helst sem manni dettur þá í hug Norðurvígi, þekkta norræna andspyrnuhreyfingin en það vonandi kemur eitthvað meira í ljós. Sem hafa verið að líma merkin sín svona ljósastöra hér og þar. Já, og kom hérna, minnir að það hefði verið 2016 sem að það komu inn sænskir norðurvíksmenn og héldu fund á Lækjartorgi einmitt þar sem það voru að dreifa hatri í rauninni, en lukkulega voru mótmæli á móti þeim daginn eftir, andfasísk svona mótmæli sem að gaman að sjá, mætti 200 þangað. En svo meira að gerast í Íran að það eru stórar mótmæla bylgjur í gangi þar sem að spruttu upp af því að það dó ung kona í gæsluvarðhaldi lögreglunnar og mótmælendur vilja meina að hún hefði bara verið barin til dauða af lögreglunni og nýji forsætisráðherrann sem sagt, hvað heitir hann, Írinn, kann nú ekki alveg að bera þetta fram, en hann er svona hardline íhaldsmaður. Hann er búin að herða lög gegn því að konur séu að klæða sig vittlaust í hijab sjölinn sín eða fara svona vanvirðilega með þau og hún var handtekin sem sagt fyrir það og hún er aðgerðarsinni og hefur verið og þannig að það er ekki rostur í Íran. Já, og hvað er að setja sig við þetta? Fólk er bæði að berast gegn ríkisstjórninni en líka það er svona kvenréttinda barátta í gangi greinilega og núna bara nýlega út af því að þessi mótmæli er að stigmagnast að þá eru yfirvöld búin að loka á internetið á ýmsum svæðum og þeir eru búin að loka á WhatsApp og Instagram sem eru forrit sem fólk getur notað til þess að komast fram hjá ríkinu og við erum með nokkur myndbönd og þetta er víst bara almenn sjón nokkuð götur Íran núna ef við byrjum á þess að sem að öryggisliða eða bara íhaldsmenn sem eru komnir í svona mótmæli. Hvítliða, eins og verður kallt. Já, og það er svona slagorð mótmælana hefur orðið konur, líf, frelsi en hérna sjáum við konur sem er að klippa hárið sitt og að syngja söng til að minnast þessarar stelpu sem að dó og þetta er líklega ástæðan fyrir því að stjórnvöld hafa lokað á WhatsApp af því að þetta er búið að trenda alveg rosalega, fólk er að gera þetta til að sýna stuðning og konur eiga stjórnvöld vilja að konur sem er sítt hár. Já, og sem er hijab og það skuli ekki dyrfast að klæða sér rámt með hijabið en bara maður eiginlega, þú veist, hvað getur maður gert, maður vona bara að það degi ekki margir í núna því að síðast það voru mótmælaalda í Íran 2016-18 og því bili að þegar það var lokað á netið að það fóru öryggisveitirnar og drápu ófáa mótmælendur þannig að þau gera það í myrkrinu En vonandi finnur fólk leið til þess að mótmæla. Já, og ná fram einhverju breytingum á þessu samfélagi, það ekki veitir af. Og það er mjög erfitt fyrir yfirvöld að halda í við tæknina, það er að þróa ný forrit og koma einhverju þannig áleiðis, maður vonar að maður senda þeim kveðju. En svo eru kosningar á Ítalíu helgina og bræður Ítalíu, flokkur Meloni, þeir eru að mælast með 25% fylgi, þannig að það er mjög líklegt að þeir fái sigur og bítum þar. Mjög líklegt að hægrið bara mali þetta. Þau eru með svona helminginn af fylginu. En það eru kosningarnir þannig að þau bjóða fram saman í svona blokkum. Það bræður Ítalíu eru með Norðurbandalaginu hjá Salvini og Fossa Italia hjá Berlusconi og þau eru sko langt í miðað við kannanir. Það er endur ekki gerða kannanir svona síðustu dagina fyrir kosningarnar á Ítalíu en þau eru langt fyrir ofan það að ná meirihluta og þá verður Meloni líklega forsætisráðherra og það er svona álíka tíðindi og hvað við segja að Le Pen myndi vinna forsetakosningar í Frakklandi eða að Svíþjóðademókratar eru með forsætisráðuneytið í Svíþjóð eða Farage yrði forsætisráðherra Bretlands. Þetta verður aftur að hafa gríðarlega áhrif, þetta er líka áhrif langt út fyrir það, hún er mjög tengd inn í svona nýja hægrið, Meloni, tengd við Orbán og Trump og
Það hefur verið svolítið svona mjúk við Pútín, hún hefur verið gagnrýnd mikið fyrir það. Það verið svona kannski aðeins öðru sér samskipti á milli Ítalíu og Rússlands en hafa verið. Það heyrir það líka. Já, ég veit ekki hvað það hafi áhrif á eitthvað á stríði, sko. Ég held að það sé ekki möguleiki fyrir Ítalíu að fara að styðja Pútín. Ég held að það sé ekki verið gerst. Nei. En hún er með sömu stefnu og hann í flestum málum. Hún er ekki með her og kjarnorku vopn og eitthvað slíkt og er ekki að fara í innrás eitthvað staðar. En hún er á móti, þetta dregur úr borgaralegum réttindum fólks og keyrir á þjóðernishyggju og bara á sama átt á Pútín. Mjög líkt Sameinuðu Rússlandi flokks Pútíns. Þetta er það sem er að rísa upp í pólitíkinni á Vesturlöndum. Þetta er það sem að Svíþjóðdemókratar unnu kosningarnar í Svíþjóð. Maður vonar innilega að lýðræðislegar og sósíalískar hreyfingar muni rísa upp og mæta þessu einhvern veginn. Það virðist ekki vera eins og allavega. Ekki á Ítalíu. Ekki á Ítalíu. Það er reyndar sko stæðsti flokkurinn sem er leiðir rauða bandalagið, að því að fimmstjörnuhreyfingin sem að flestir myndu segja að væri vinstri populísk hreyfing, hún vill ekki vera þar með. Samanlagt eru þessi flokkar með minna fylgi en hægrið, en stóri flokkur sem að leiðir, hann er raunverulega arftaki gamla kommunistaflokksins, en það er löng saga til að útskýra það, að því að ítalski kommunistaflokkurinn var sérstakur. Við kannski fjallum það nánar og höfum gert reyndar líka. Við höfum gert það, en við munum fjalla niðurstöðukosningarnar á mánudaginn. En annars var líka í fréttum að Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ, hún segist ekki að snúa aftur til starfa þegar ný stjórn tekur við. Hún talar svolítið um það að hún hafi komið hana til þess að vinna með Drífu Snædal. Og hún líka segir að síðustu ár hafi einkennst af hatramri valdabaráttu og niðurrifi og að vinnuskilyrinn hafi verið óbærileg. Þannig að við sjáum, maður veit ekki alveg hvað þetta snýst allt um. Það var, ég held að við komum engum óvart að hún hætti. Nei. Af því að þetta er náttúrulega búið að vera hörð barátta og ég sá það, hún sagði að það hefði verið breyting, sko, fjöldauppsagninnar á skrifstofu Eflingar, en átökin voru löngu byrjuð þar, sko. Þannig að viðbrögðin við þeim voru líka hluti af átökunum. En ég held að þetta kom engum óvart. En þessi átök halda áfram, það hætti allir, það labba allir út með og skella hurðum og kalla eitthvað inn í salinn, sko. Þannig það er engin. Hún segir að þetta sé ekki gott fyrir verkalýðshreyfinguna á Íslandi og fyrir kjör launafólks, en ég get ekki séð að það sé rétt hjá henni með að við hvernig Ragnar og Sólveig hafa staðið sig, að mann líst bara vel á að þau verður bara að sanna það með verku sínum. Ég held að það sé komið tími á það, að nú komi verkin í verkalýðshreyfinguna og nú komi nógu orðum og heitfyringingum. Algjörlega. En hérna er ein síðasta frétt sem er svona, ég veit ekki hvað maður á að eiginlega segja við þessu, en eins og Björk Guðmundsdóttir listakonan, hún búin að segja frá að sem sagt á þingi Sameinuðu þjóðanna 2019 og á sama tíma, og það muna fólk mann kannski eftir þegar Greta Thunberg, ungi umhverfissinnin, var að sigla yfir Atlantshafið á svona 6 skipi. Það var þannig að Björk sagði að Katrín hefði svikið sig, svo kom Katrín fram og sagði að þetta var eitthvað misskilningur og nú kemur Björk fram og segir hvað. Hún sagði að hún og Greta Thunberg voru sem sagt búin að undirbúa svona blaðamannafund eftir að Greta kæmi á skútunni og þau sameiginlega ætla að krefjast þess að stjórnvöld heimsins myndi lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Gera kröfur á stjórnmálafólkið. Fá svona ákveðin lög og lagaheimildir til þess að fara í þær aðgerðir sem það er að fara í til þess að sporna við þessum breytingum. En hún fékk númerið hjá Katrínu einhvern veginn og senda hana á SMS og sagði henni spurði hvort að hún vildi vera með þeim í þessu og lýsa yfir að skora á stjórnvöld heimsins að lýsa yfir neyðarástandi. Og Katrín segir, þið getur bara aflýst þessum fundi af því að ég ætla að vera með ykkur og við kannski spilum bara hérna klipp af Björk í Viðsjá í dag þar sem hún er að segja frá þessu. Svaraði þá, það sem mér finnst kannski smá óheiðilegt sem Katrín gerði, er að hún hefði kannski átt að segja þarna, nei, þetta er aðeins svo djart fyrir mig, við stjórnvöld ætlum ekki að vera með, en þú veist, gangi ykkur vel, eða eitthvað svona. Það sem hún sagði var, heyrðu, þið getið kanselera þessum blaðamannafundi, þið eru ekki að halda hennar blaðamannafund, þegar ég ætla að lýsa þessu yfir hvort þið er í ræðinu minni á Sameinuðu þjóðunum. Og þá sagði ég, treysti henni og sagði, ok, ég kanselera þá bara, ég var búin að undirbúa svolítið lengi hennar blaðamannafund. Og þá kansela ég bara mínum blaðamannafund
hætti og síðan beið ég eftir ræðunni og þá sagði hún ekki neitt. Það sem ég svolítið óðugt frá henni var að hún, sem sagt, hún hefði bara hægt að koma hreint fram og segja nei, við ætlum ekki að gera það og þá hefði við getað staðið við okkar plön. Já, maður finnst þetta nú frekar helviti lélegt ef þetta reynist rétt að, ég meina, þau hættu við blaðamannafundin sem þau hefðu ætlað að gera en svo sá maður samt að þau held hann samt sko seinna eitthvað, En fyrstu ummæli Bjarkar, maður skilur þau betur eftir að hlusta á þetta, að þetta var alveg þveröfugt við það sem að þau heldu að Katrín var að gera, þannig að skiljanlega voru þær sárar. En svarið hjá Katrín var nefnilega svolítið svona eins og Björk var ekki alveg með þetta allt á hreinu, en mér finnst þetta að vera mjög skýrt hjá Björk. Mér líka, þetta bara skrítið, mjög skrítið mál. Já. Herðu, þá frétta yfirlitið búið að sinni, við ætlum að tala láglaunafólk og neyslu láglaunafólks eftir augnablik.